Íslenskt atvinnulíf hefur náð miklum árangri á undanförnum árum. Íslensk fyrirtæki hafa sótt fram en það veitir ekki af. Alþjóðleg samkeppni fer sífellt vaxandi og í baráttunum nýja viðskiptavin ekkert gefið eftir. Heimurinn allur orðinn að markaðsvæði æ fleiri íslenskra fyrirtækja og það harður leikur framundan. En undanfarið höfum við staðið okkur vel. Árangur atvinnulífsins búinn að vera alveg ótrúlega góður á Íslandi undanfarin ár og við höfum skarað svolítið fram úr hjá mörgum þjóðum. Árangur fyrirtækjanna hefur verið alveg frábær, ekki bara hér á landi heldur líka í útrásinni með rosalega miklum kjarki, seiglu, frumkvæði og krafti. Íslenskur hlutabréfamarkaður hefur vaxið og þroskast. Fyrir rúmum áratug náði veltan á markanum ekki 1 milljarði króna allt árið. Í fyrra var veltan hins vegar rúmlega 700 milljarðar króna. Á sama tíma hefur markaðsvirði hlutabréfa í Kauphöllinni vaxið stórlega. Í árslok 1994 nam það 33 milljörðum króna. Í lok síðasta árs nam markaðsvirði rúmlega 1000 milljörðum króna og fór vaxandi. Ég held íslensk fyrirtæki hefur náð stórkostnum árangri síðustu árin. Þeim hafa verið skapaðar leikreglur sem gera þeim kleift að skapa verðmæti. Þannig að þau hafa tekið þeirri hólmgöngu áskorun sem frelsið er. Hraðinn í viðskiptalífinu orðinn mikill. Við erum komin á fleygiferð og í dag eru Íslendingar til dæmis orðnir umsvifamiklir í flugrekstri á alþjóðavettvangi. Aukin umsvif hafa jafnvel haft áhrif á landafræðiþekkingu nágrannaþjóða okkar. Ég man alltaf eftir ég bjó í Þýskalandi þá var Ísland aldrei á Evrópukortinu. Nú komast þeir ekki hjá því að setja Ísland á kortið. Við höfum heilmikið fram að færa á erlendu fjármálamörkuðum. Við höfum reynslu, við höfum þekkingu, við erum óhræddir að taka ákvarðanir og fara inn í stórverkefni eins og sést í fjölmiðlum hér nánast vikulega. Íslensk fyrirtæki hafa víða látið til sín taka og nú vinna nærri 100.000 manns í fyrirtækjum erlendis sem eru í eigu Íslendinga. Við eigum erindi og eftir því hefur verið tekið. Íslendingar eru rík þjóð og það ekki tilviljun að fyrirtæki hafa náð árangri. Og svo má segja kannski almennt að það þessi mikli metnaður fyrirtækin að setja sér skýrmarkmið og eru mjög árangursdrifin. Íslenskt viðskiptalíf komið í úrvalsdeild og verkefni næstu ára snýst að tryggja veru okkar þar, stefna hærra og forðast fallbaráttu, vinna glæsta sigra.